Óðagot segir framkvæmdastjóri Landverndar tillögu umhverfisráðherra að færa vindorkuver í Garpsdal í Reykhólahreppi úr bið í nýtingarflokk. Ráðherra segir samfélagsleg og efnahagsleg áhrif talin jákvæðari þar en annars staðar. Veiðigjaldsfrumvarpið næst lengsta umræða á Alþingi í meira en 30 ár og heldur áfram að vera ásteytingasteinn. Ekki eðlilegt ástand, segir forsætisráðherra. Stjórnvöld í Íran hafa rekið 100.000 Afgana úr landi. Þeir hafa að litlu að hverfa í heimalandinu sem eitt það fátækasta í heimi og undir ógnarstjórn Talibana. Skæð magapest herjar á 40 þátttakendur og gesti þríþrautarmót sem haldið var á Laugarvatni helgina. Þeir rekja veikindin ýmist til mengunar í vatninu eða illa eldaðra hamborgara. Íbúafjöldi Raufarhafnar hefur margfaldast að vísu tímabundið því það stórt skemmtiferðaskip í höfn, 1 af 5 þetta árið. Komið sæl. Vindorkuver í Garpsdal í Reykhólahreppi verður fært úr bið í nýtingarflokk nái tillaga umhverfisráðherra fram að ganga. Framkvæmdastjóri Landverndar segir það ekki til sátta fallið. Einkafyrirtækið Orka áformar að reisa allt að 130 megawatta vindorkuver í Garpsdal í Reykhólahreppi með 35 vindmyllum. Tillaga ráðherra fer gegn tillögu verkefnisstjórnar, verndar- og orkunýtingaráætlunar sem lagði til að allir vindorkukostir yrðu settir í biðflokk. Og eftir að hafa yfirfarið öll gögn málsins þá tel ég að þessi tiltekni kostur hafi ákveðna sérstöðu. Verðmæta matið með þeim hætti að það lægra heldur en annar staðar, áhrifin metin minni og samfélagsleg og efnahagsleg áhrif talin einna jákvæðust af öllum þessum kostum sem voru til skoðunar. Jóhann Páll segir að nú taki við 12 vikna samráðsferli áður en málið verði lagt fram á þingi og að ekki komi til greina að hleypa frekari framkvæmdum á stað vegna vindorkunýtingar fyrir en skýr stefna vindorkuna liggi fyrir. Hún verður lögð fram á haustþingi og þingsályktunartillaga Garpsdal samhliða því en engar framkvæmdir hefjist fyrr. Mér finnst líka við vera að setja svolítið mikilvægt fordæmi með því að hleypa þeim kostum áfram sem njóta svona ákveðin stuðnings í nærsamfélaginu og þar sem sveitarstjórnin hefur líka verið með í ráðum frá upphafi. Framkvæmdastjóri Landverndar gagnrýnir að verið sé að setja vindorkukosti í nýtingaflokk áður en heildarstefna liggi fyrir. Vindorkan sé umdeild og öll umræða eigi eftir að fara fram. Hún skilji ekki af hverju liggi svona mikið á. Ég held að þetta óðagot sem virðist vera uppi í orkumálum núna sé einhvern veginn dæmi það að það sé ekki verið að leitast við að ná sátt við fólkið í landinu, heldur bara að keyra einhverja stefnu árangur áfram ekkert stopp án þess að fólk fá einu svona vita hvers vegna. Þannig ég held ekki að þetta sé til sáttafallið. Veiðigjaldsumræðan komin í annað sæti yfir lengstu umræður á Alþingi í rúmlega 30 ár eða síðan Alþingi var sameinað 1991. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður á Alþingi. Magnús Geir, sér fyrir endan á umræðinni? Nei, það gerir það ekki. Hún stendur enn yfir og gerir það eitthvað líklega langt fram á kvöld. Staðan hér einfaldlega þannig að það stál í stál og það eru engin teikn á lofti að samkomulag þinglok sé í nánd sem verður eiginlega að teljast fáheyrt nú þegar komið fram í júlí. En svona allt strandar þetta á einu frumvarpi sem veiðigjaldið og ef ekkert breytist, þá ekkert ólíklegt að það taki fram úr umræðin þriðja orkupakkan áður en langt líður. Umræðan veiðigjaldsfrumvarp atvinnuvegaráðherra skaut æsæfri fyrir rass í morgun á listanum yfir lengstu umræður á Alþingi í meira en 30 ár. Síðdegis hafi verið að tala veiðigjaldi í rúma 138 tíma og farið fram sem horfum umræðan velta sjálfum þriðja orkupakkanum úr efsta sætinu. Til að setja þetta í eitthvað samhengi þá jafngilda 138 klukkutímar næstu því 6 sólarhringum. Á þessum tíma hægt að aka hringveginn án þess að stoppa, hátt í 9 sinnum eða ganga 46 sinnum upp á niður Esjuna. Já, eða horfa hérna sívinsælu mynd með allt á hreinu, 84 sinnum.
Já, það þarf sem ekki að koma óvart að það hafa nú fyrst og fremst verið stjórnarandstæðingar sem hafa tekið þátt í umræðinu í dag, en það vissulega að funda hérna allt hús og formenn stjórnarflokkana hafa verið á vappi hérna í þinghúsinu. Við gripum forsætisráðherra sem segir að ástandi hérna á þinginu sé óeðlilegt en að veiðigjaldsfrumvarpið verið samþykkt hvað sem öllu málþófi líður. Já, staðan auðvitað svo, eins og kemur fram í dagskrá þingsins, þá ennþá verið að ræða veiðigjaldið og minnihlutin hefur auðvitað málfrelsi, en minnihlutin stýrir ekki landinu. Hvað ætlið þið að gera til að leysa hnútinn? Eins og staðan núna, þá hefur minnihlutin lagt gríðarlega mikla áherslu á að vera í málþófi. Mér finnst það skipta ofboðslega miklu máli, fólk átti sig á því að þetta er ekki eðlilegt ástand. Hvenær mun málþófin ljúka og hvernig gerist það? Já, það verður bara að koma í ljós. Vonandi gerist það með þingloka samningum. Verður veiðigjaldamálið klárað? Þetta mál verður klárað. Þetta mál ratar í atkvæðagreiðslu og meirihluti mun greiða atkvæði með þessu máli og það verður að lögum. Er það ekki skinn að það verður bara knúin fram atkvæðagreiðsla? Eins og sakir standa þá vonustu þetta eftir þingloka samningum. Það væri eðlilegasta afgreiðslan á þessu máli. Já, þetta sagði forsætisráðherra, en hérna hjá mér eru formenn stjórnarandstöðunnar. Ef við byrjum bara á þér, Sigmundur Davíð, hvers vegna næst ekki semja? Já, ég held ég hef búin að fara í gegnum þingloka viðræður núna 17 sinnum og ég hef bara aldrei séð hana eins. Hverju á að kennum? Er það reynsluleysi eða er það bara ný nálgun hjá þessari ríkisstjórn sem að lítur þingin einhvern veginn öðrum augum en forverarnir hér? Að minnsta kosti þá er þetta alveg ný staða sem hérna er uppkomin og hún er á ábyrgð meirihlutans og forsætisráðherrans sem að nálgast þetta með öðrum hætti en ég hef séð áður og ég fékkst við Jóhönnu Sigurðardóttur í nokkur ár og Steingrímur Sigfússon. En þau gerðu sér þó alltaf grein fyrir því að það þyrfti að klára þingstörf á einhverjum tímapunkti. Hvenær telst veiðigjaldafrumvarpið útrætt og hvenær verður hægt að ganga til atkvæðagreiðslu? Já, það náttúrulega verður byggð á því á meðan að þau ræði ekki innihald málsins og ég held að það væri mikið gagn af því og að fjölmiðlar get komið meira á framfæri upplýsingum innihaldið, því að ekki vill meirihlutinn ræða það. Þetta er stundum eins og að hlusta á lýsingu á kappleik, það sem er ekkert sagt frá stöðunni eða því sem hefur gerst í leiknum, það er bara sagt frá því hversu langt er liðið á leikinn. Og nú er verið að segja frá því að það séu liðin á 97 mínútur og það sé nýtt met að falla. Guðrún, svona bara hverjar eru ykkar kröfur í þessum viðræðum og hvað komið þið með að borðinu? Nú, stjórnarandstaðan hefur komið með margvísleg hugmyndir á lausnum á þessu máli og ein af þeim er til dæmis að draga þetta frumvarp tilbaka, vinna það betur og leggja það aftur fram í haust eða gera breytingar á málinu. Og við höfum sýnt og gengið nokkuð langt í að sýna mikinn vilja til samstarfs við ríkisstjórnina en þau hafa ekki tekið þessa útréttu hönd okkar og það er ámælisvert. Þannig að ég verð að segja að það er lítill vilji stjórnarflokkana til þess að ljúka hér þingi. Bara finnið fyrir ólbyggjirni eða hvernig lýsir þessu? Já, eins og Sigmundur segir hér að þá er það nú þannig að það hafa alltaf nást þinglokasamningar og þess vegna er það mjög sérstakt að við séum komið hér fram til 7. júní erum enn að ræða þetta mál og ég ætla að fá að benda á það að það er ekki bara þetta mál, það eru önnur risastór mál sem hafi ekki fengið neina umfjöllun hér á þinginu sem að ríkisstjórnin telur sig geta klárað. Ég get nefnt til dæmis jöfnunarsjóð, almannatryggingar, breytingar á þeim og svo víxlverkun örorku svo fátt eitt sé nefnt. Sigur Ingi, eru þið farin að búa undir það að það verður einfaldlega knúin fram atkvæðagreiðsla? Ég heyrði viðtalið við forsætisráðherra. Ég held hún hafi ekki fundað með okkur formönnum síðan 18. júní sem eru rúmlega 3 vikur síðan, eða verða 3 vikur. Og ég held að tónninn sem að þarna var sleginn svona útskýri bara fyrir almenningi af hverju hér hafa ekki nást þinglok. Við höfum, bæði stjórnarandstaðan hefur þetta staðið saman að það þurfi að gera á þessu breytingar. Við höfum bara endur ómað áhyggjur sjávarútvegsveitarfélaga og landsbyggðarinnar allar. Við í Framsókn höfum bara, ég hef margoft lagt til við meirihlutann í ræðum hvernig þau gætu nálgast málið. En mér sýnist að það sé svona slegið á þá útréttu hönd í hvert sinn. Já, þetta sögðu formenn stjórnarandstæðuflokkana. Það eru engar útréttar sáttahendur allavega hér í kvöld. Við sjáum hvað gerist bara þegar líður á vikuna. Takk fyrir þetta, Magnús Geir á Alþingi. Karlmaður á 50-aldri hefur verið dæmdur í 7 ára fangelsi fyrir að hafa reynt að svipta 2 menn lífi á Kjalarnesi á nýársnótt.
Dómur var kveðinn upp í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Dimitar Atanasov Koitsev stakk mennina ítrekað með hnífi í húsnæði á vegum fyrirtækisins Matfugls. Hann særði báða lífshættulega. Dimitar sagðist fyrir dómi hafa beitt hnífnum í sjálfsvörn. Dómurinn taldi frásögn hans að hafa sjálfur orðið fyrir ofbeldi ekki standast. Þá hefði honum átt að vera ljóst að dauði væri langlíklegasta afleiðing áverkana sem hann veitti mönnunum. Annar maðurinn fær 2 milljónir króna í miskabætur og hinn 1,5. Út í heim, 100.000 Afgana hefur verið gert að yfirgefa Íran og fara aftur til heimalandsins. Hluti þeirra eru fylgdarlaus börn. Óttast hvað bíði fólksins í Afganistan sem eitt fátækasta ríki heims. Stjórnvöld í Íran segja að þar búi yfir 6 milljónir Afgana. Í maí var þeim sem skilgreindir eru án dvalarleyfa skipað að fara úr landi. Svo virðist sem viðkvæm staða Afgana í Íran hafi orðið enn verri eftir 12 daga stríð Írans og Ísraels. Afganar eru sagðir hafa verið handteknir, grunaður njósnir fyrir Ísrael. Mikil örtröð við landamærin og samkvæmt alþjóða fólksflutningastofnun Sameinuðu þjóðanna hafa 450.000 Afganar farið þar síðan 1. júní. Fulltrúar alþjóðastofnana taka á móti þúsundum á landamærunum dag hvern. Fjöldinn þó slíkur að erfitt að veita öllum aðstoð. 25% of all returns are children, and these are children that need our support. But more importantly for us is the proportion of unaccompanied and separated children in the midst. Mörg barnanna að koma til Afganistan í fyrsta sinn. Afganar hafa flúið til Írans síðan á 8. áratugnum, undan stríðsátökum, ógnarstjórn og óstöðuleika. Á 10. áratugnum var hert mjög að réttindum þeirra í Íran. Eftir að Bandaríkjaher fór frá Afganistan í ágúst 2021 og talibanar náðu völdum, flýðu margir Afganir til Írans. Margir þeirra hafa unnið í Íran og sent fjölskyldum sínum í Afganistan pening. Alþjóðastofnanir hafa þungar áhyggjur af því hvað bíði þeirra sem vísað til Afganistans, sem eitt fátækasta ríki heims. Pakistan hefur einnig vísað nokkur 100.000 Afgönum úr landi síðustu misseri. Samrunaviðræður milli Kviku og Arion banka hefjast á næstu dögum eftir að fyrrnefndi bankinn féllst á tilboð Arion banka samrunaviðræður. Kvika hafði áður hafnað samrunaviðræðum við bæði Arion banka og Íslandsbanka, en báðir bankar gerðu betri tilboð fyrir helgi. Tilboð Arion banka felur í sig að hluthafar í Kviku eignast 26% hlut í sameinuðum banka. Með við gengið rúmlega 19 krónur á hlut í Kviku, en gengi Kviku var tæplega 16 krónur þegar bankarnir föluðust fyrst eftir viðræðum. Velkomin Már Miksa. Hversu stór þessi samruni ef af honum verður? Kvikabanki, ef við lítum á Kvikubanka sem hluta af Arion banka, þá bankinn það bil fjórðungi stærri en hann áður var. Eigið fé Kviku í kringum 70 milljarðar, Arion banka eitthvað 210-20 milljarða. Stjórnendur bankana hafa sagt að þeir horfi til aukinnar stærðar hagkvæmni við þessa sameiningu ef af verður. Hvað önnur tækifæri felast í svona samruna? Arion banki fyrst og fremst að lána til heimila og minni fyrirtækja. Kvikabanki meira svona fagfesta banki, þannig að hugsanlega myndast eitthvað svona tækifæri í að samþætta þetta, en það nú fyrst og fremst bara stærðarhagkvæmnin sem ríkir hér í þessum viðræðum. Eins og þú nefnir, þá viðskiptavini og hópur bankana býsna ólíkur. Breytir þessi samruni ef af verður einhverju fyrir viðskiptavini bankana tveggja? Vaxtamunur gæti lækkað eitthvað, en ekkert gríðarlega mikið. Ef að almenningur vill sjá töluvert mikla lækkun á vaxtamunni, þá þyrfti nú bara einhver erlendur banki að koma til Íslands, og það kannski þar sem að tækifæri helst eru til staðar. Sem dæmi, ef þessi tveir bankar sameinast, þá engu að síður, þá Den Norske Bank til dæmis það bil, eigið fé hans til dæmis það bil tífalt meira, þannig að þar liggja fyrst og fremst einhvers konar stærðarhagkvæmni. Aðeins að lokum, samruni sem þessu háður samþykki bæði hluthafa og samkeppniseftirlitsins, ykkur ljón í veginum þar?
Ég sé fáljón í veginum. Það eru ennþá 3 bankar sem að bítast kökuna. Hugsanlega þarf sameinuður banki að gefa frá sér einhver viðskipti, einhver hluta af viðskiptunum en hluthafar Kviku þeir eru að fá ansi góðan, þetta ansi góð viðskipti fyrir hluthafar Kviku því að markaðsvirði Kviku hefur lækkað töluvert umfram eigið bankans. Einmitt. Við sjáum hvað setur. Takk fyrir þetta, Már Miksa. Takk fyrir mig. Og að öðru. Yfir 40 manns fengu skæða magapest eftir 3 þrautamót á Laugarvatni helgina. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hvetur þau sem veiktust til að leita til heilsugæslu og gefa sýni. Laugarvatnsþrautin, keppni í þríþraut þar sem meðal annars synt í Laugarvatni, var haldin á laugardag. 100 manns tóku þátt. Einn keppandi skrifaði í morgun færslu í þríþrautarhóp á Facebook, þar sem hann segist hafa fengið skæða magapest og spyr hvort fleiri glími við sama vanda. Rúmlega 40 taka undir með keppandanum og segist hafa veikst eftir mótið. Fólki lýsir slæmum magaverkjum, uppköstum, niðurgangi og hita. Flestir sem veiktust voru keppendur á mótinu. Þeir telja veikindin ýmist með að rekja til mengaðs vatns í Laugarvatni eða til hamborgara sem borðaðir voru fyrir keppni og einhverjir segja að hafi verið illa eldaðir. Sumir sem veiktust hvorki syntu í vatninu né borðuðu hamborgara. Laugarvatn vinsæll baðstaður en reglulega hefur verið varað við sundi í vatninu vegna saurgerlamengunar. Fréttastofa hefur ekki náð tali af mótsöldurum. Á Facebook segast þeir hafa spurt sveitafélagi sérstaklega út í mengun í vatninu fyrir keppni og ekkert hafi gefið til kynna að þeir þyrftu að hafa varan á. Sveitafélagið hafi nú verið upplýst stöðu mála. Ein tilkynning hefur borist heilbrigðiseftirliti Suðurlands veikindi. Eftirlitið segir mikilvægt að fá úr því skorið hvað valdi þeim. Fólk sem finnur fyrir einkennum hvatt til að leita til heilsugæslu og gefa sýni, sé grunur hópsmitt á að tilkynna það til sóttvarnalæknis. Samgönguráðherra Rússlands, Raman Starovoyt, fannst látin í bíl sínum í úthverfi Moskvu í dag. Stuttu áður en tilkynnt var andlátið, tilkynntu stjórnvöld að honum hefði verið vikið úr embætti. Til rannsóknar hvort hann hafi svipt sig lífi. Áður var Starovoyt héraðsstjóri Kursk og hafði verið til rannsóknar vegna grunsum fjármálamisferli. Nokkuð hefur verið dularfull dauðsföll rússneskra embættis og kaupsýslumanna síðustu ár. Á dögunum féll varaforseti olíuflutningafyrirtækis út glugga. Stjórnvöld sögðu hann hafa svipt sig lífi. Í dag eru 20 ár frá því að 52 voru drepin í hryðjuverkaárásum á almenningssamgöngur í Lundúnum. Fleiri en 700 særðust og eru hryðjuverkin 2005 með þeim mannskæðustu sem hafa verið framin í Bretlandi. 4 menn sprengdu sprengjur í 3 neðanjarðarlestum og 1 strætisvagni snemma morguns. Þeir dóu allir sjálfir í árásunum. Forsætisráðherra Bretlands og borgarstjóri Lundúna tóku þátt í minningarathöfn í dag. Nöfn allra 52 sem fórust voru lesin upp. Karolina Gluck, Gamze Gunnerall, Lee Christopher Harris. And I shouldn't be having this conversation with you. I should be at home at this time having dinner or going to the pub with David. And it's not possible to describe the feeling of having your son murdered in such a pointless way. What 7/7 did was, it's not that it woke us up to the nature of the threat, because we knew that threat was there already, but I think it woke us up to the fact that obviously what we had in place was not adequate. Do you think, looking back over those 20 years, we're any safer from terrorism? Oh, we're a lot safer from terrorism because the security services have got a very good system in place. Á meðan dregið hefur úr komum skemmtiferðaskipa víða því öfugt farið á Raufarhöfn þar sem fjöldinn fer úr engu í 5 þetta árið. Selma Margrét Sverrisdóttir, fréttamaður á Raufarhöfn. Íbúum þar hefur nú fjölgað talsvert með þessari skipakomu, það ekki Selma? Jú, ég get alveg staðfest það að þegar við Kristófer Óli tökumaður komum hérna í bæinn fyrr í dag þá voru töluvert færri á ferli í bænum heldur en eru núna. Eftir að skemmtiferðaskip kom hérna síðdegis í dag og hérna hjá mér Nanna Steina samfélagsfulltrúi hérna í bænum. Það mætti örugglega koma öllum íbúum Raufarhafnar í þetta skip sem við sjáum hérna fyrir aftan þig, eða ekki? Jú, allir það ekki. Það eru
Íbúar á Raufarhöfn eru rúmlega 180, þetta skip tekur einhverja tæplega 450 eitthvað svoleiðis, þannig að við komumst þarna með góðu móti. Þið eru nú ekki alveg óvön því að taka á móti svona miklum fjölda gesta? Nei, við erum að verða svolítið sjóið í þessu. Við fengum tæplega 1500 manns á tónleika í Heimskautsgerðinu í september síðastliðnum. Þannig að við erum öll að koma til í þessu. Og þetta er tilraun 2, það ekki að koma farþegum úr skipi hérna í land á undanförnu? Jú, þau reyndu hérna fyrir svona 10 dögum síðan. Komst í land, þannig að núna bara, toppum við þetta og bjóðum svona upp á svona veður þar sem að eftir verður sumars vonandi. Kærar þakkir fyrir þetta og við tökum undir það og kveðjum úr blíðunni hérna á Raufarhöfn. Takk fyrir þetta Selma Margrét, blíða á Raufarhöfn og þá skulum við huga að veðri annars staðar á landinu líka. Úrkomusvæði frá lægð við Hvarf gengur yfir vestanvert landið í kvöld. Þá verður allhvass vindur á norðanverðu Snæfellsnesi og búast má við snörpum vindhviðum við fjöll vestanlands. Varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem að taka á sig mikinn vind. Það dregur úr vindi í nótt, suðvestan 5 til 10 metrar á sekúndu á morgun og dálítil væta með köflum vestan til. Hiti 10 til 14 stig. Þurrt að kalla austanlands og hiti 15 til 21 stig. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Þjálfari og leikmenn íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta voru að vonum svekktir eftir tapið fyrir Sviss í gær, en þeir vilja enda Evrópumótið af krafti þótt ekkert sé undir. Núna höfum við bara engu að tapa og viljum bara vinna þennan leik og sína, við viljum fá mörk, við viljum fagna einhverju. Heimsmeistarar Spánar sýndu gæði sín gegn Belgíu en leikið var í B-riðli EM í dag. Og 14. umferð bestu deildar karla í fótbolta lauk með leik FH og Stjörnunnar. Íþróttir hér handan við hornið. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Óðagot segir framkvæmdastjóri Landverndar tillögu umhverfisráðherra að færa vindorkuver í Garpsdal í Reykhólahreppi úr bið í nýtingarflokk. Ráðherra segir samfélags- og efnahagslega áhrifin talin jákvæðari þar en annars staðar. Veiðigjaldsfrumvarpið heldur áfram að vera ásteytingarsteinn á Alþingi. Ekki eðlilegt ástand segir forsætisráðherra. Formaður Miðflokksins segir alveg nýja stöðu upp á þinginu sem séu á ábyrgð meirihlutans. Stjórnvöld í Íran hafa rekið 100.000 Afgana úr landi. Þeir hafa að litlu að hverfa í heimalandinu sem eitt það fátækasta í heimi og undir ógnarstjórn Talibana. Skæð magapest herjar á 40 þátttakendur og gesti þríþrautamót sem haldið var á Laugarvatni helgina. Þeir rekja veikindin ýmist til mengunar í vatninu eða illa eldaðra hamborgara. Þessum fréttatíma ljúka og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttina má að vanda finna á ruv.is. Og svo minnum við á það má senda okkur frétta ábendingar á netfangi okkar fréttir hjá ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl og njótið kvöldsins.